Komið sæl og velkomin aftur að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hingað ég komin góðan gest til þess að ræða húsnæðis aðgerðapakka stjórnvalda og svona hvernig áhrif þetta mun koma til með hafa á leigjendur sem eru kannski svona þessi gleymdi hópur fólks á húsnæðismarkaði. Getur maður sagt húsnæðismarkaði þegar maður er að tala um leigjendur? Já, ég meina allir hafa sitt húsnæði og allir hafa sitt heimili en hvort þið séu að kaupa eða leigja, það var samt húsnæði. Jónas Atli Davíðsson, hagfræðingur hjá HMS. Ég sá svona litla frétt á RÚV í morgun, þar sem að þú varst einmitt að tala um að það væri áhyggjuefni og tekur svona í sama streng og Guðmundur Hrafn og Leigandi samtökjunum og ég sá svo seinna í dag það húseigendafélagið sem svona segir það sama að þessar aðgerðir þær muni að öllu líkindum koma til með að hækka húsaleigu. Já, það er allavega svona teikn á lofti það. Þetta er einmitt, eins og segir, það eru margir sammála þetta og þetta er eitthvað sem leigusalar munu reyna að gera, velta þessari aukinni greiðslubyrði í leiguverði og svo kemur bara í ljós, þetta mun leiða til annars vegar hækkunar á leiguverði, bara samkvæmt, þú veist, að öðru óbreyttu og svo gæti þetta líka leitt til færri leigu íbúða. Það er að segja, fólk sem er að leigja út auka íbúð, nenni kannski bara ekki að standa í þessu og selur íbúðuna. Þannig að þetta svona eitt og sér í tómarúmi lítur ekki vel út fyrir leigjendur. Finnst þið þá eins og ég vanti einhvers konar mótaðgerðir í rauninni til þess að Já, það eru einhvers konar mótaðgerðir í þessum pakka. Það er bann við hækkun húsaleigu á fyrstu 12 mánuðum sem að má líta á sem einhvers konar leigubremsu en náttúrulega vandamáli við það er að maður setur sig í spor leigusala sem að hefur núna mist valdið sitt til þess að hækka húsaleigu fyrstu 12 mánuðin, þá vill hann kannski tryggja sig fram í tíman og reynir þá að leigja út íbúðinu sinna það er að veri. Þannig að þetta er bæði tvennt gæti leitt til þess að leiguverð hækki til skammstíma en ef maður horfir á þetta í svona víðara samhengi þá er þetta kannski eitthvað svona séregna blær yfir þessu. Þannig að það sem þetta leiðir líka til er að þessi leigusalar sem að voru að leigja út íbúður kannski enda bara á að selja þessar íbúður og fólk sem er þá fyrstu kaupendur kaupa þessar íbúður og þannig geti þetta lækkað húsnæðisverð eða fasteignarverð, það er að segja. Að því gefnu að lánamarkaðurinn lægist og Já, allir því gefnu. En eftir standa leigjendur sem að geti ekki keypt sér hús og þá er bara að vona að þessar framboðsaðgerðir sem voru kynntar, það er að segja þessi aukni kraftur í stofnframlögum og uppbygging óhagnaðardrifinna leiguíbúða verði nú nægilega mikil til þess að vinna á móti þessum áhrifum. Það er talað um að húsaleiga sé einmitt þessi hagstærð sem hafi kannski þróast lengst umfram annað í samfélaginu. Hvernig sérðu fyrir þér að þú veist, væri ekki eðlilegra að setja einhvers konar bremsu þar á? Setja bara þak hreinlega á húsaleigu, á fermetra versus leiguverð, eitthvað svoleiðis? Verðstýringar á leigumarkaði eru þekktar mörgum löndum. Það er til margs konar bremsur eða þök í Evrópulöndum og þau afleiðingarnar af þeim hafa verið misjafnar. Þannig að þetta er mjög vandmeð fari hvernig farið með þannig stjórntæki. Við höfum séð einhvers konar takmarkanir á hækkunum sem hafa virkað í ákveðnum aðstæðum en hættan við það akkurat hér á Íslandi er það að megin gallinn við leigumarkaðinn að mínu mati er sá að hver stór hlutdeild leigusala eru bara einstaklingar og einstaklingar sem hafa kannski ekki djúpa vasa og eru kannski ekki að hugsa að leigja út til langs tíma ætla kannski bara að leigja út til 5 ára og svo bara henda leigjandanum út og flytja sjálfur inn í húsnæði eða þá að selja það og þetta fyrirkomulag veldur því að
svona stýringar og leiguverði gætu haft mikil áhrif á annarkvort leiguverð stýringar og leiguverðinu gætu það þá haft áhrif á framboð leiguíbúða. Þannig að margir vilja bara ekki leigja sína íbúð út og selja hana frekar. En eins og ég segi, þú veist, með maður horfur á það í stóra samhenginu, þá gæti það leitt til þess að fleiri geti keypt sér íbúð, en það náttúrulega ekki allir sem að geta gert það og sumir vilja það ekki eða eru kannski hér á Íslandi í skamman tíma og þeir svona hafa jafnan rétt á að eiga heimili eins og aðrir ríkisborgarar. En hvernig þú vinnur hjá HMS húsnæðis- og mannvirkjastofnun, hvernig hafið þið verið að svona taka utan þennan pakka innanhúsi? Munið þið koma með eitthvað svona útfærslur eða setja fram jafnvel gagnrýni svona, eða eitthvað svona aðhald á móti? Já, okkar hlutverk að veita stjórnvöldum ráðgjöf og við höfum gert það á síðustu mánuðum og komið margar tillögur þarna sem að hafa sumar hverjar endað í þessum pakka og svo lítum við svo á að það okkar hlutverk að veita okkar mat á allar þessar afleiðingar og við ætlum að reyna að gera það við skrifum mánaðarlegar skýrslur, mánaðarskýrslur þar sem við förum yfir það sem okkur finnst vera mikilvægast á húsnæðismarkaðnum og í næstu mánaðarskýrslu munum við reyna að leggja mat á þennan húsnæðispakka og hvaða áhrif hann geti haft á húsnæðismarkaðin, góðar og slæmar. Það lítið gagn í okkur ef við erum bara að vera einhver klappstýra fyrir ríkisstjórnina, en við viljum bara byggja okkar mat á rökstuðningi og okkar fagþekkingu. En nú, það hefur einhvern tímann komið fram að leigjendur hafi verið svona vantaldir alveg 20.000, jafnvel 30.000. Í ljósi þessa stendur til að reyna uppfæra þá talningu og svona umfangið og kannski skoða leigumarkaðina aðeins betur og þá með því tilliti að veita aðhald? Já, þetta til dæmis afleiðinga greiningu sem við réðumst í. Við sáum að tölur eignarhald pössuð ekki við okkar mat á, eða fyrra mat á stærleigumarkaðarins og fóru því í stórt svona átak í samvinnu við stéttarfélögin, Eflingu, VR og Einingu Iðju til þess að ná til fólk sem hefur ekki annars verið hægt að ná til í skoðanakönnunum eða spurningakönnunum þar sem að þau eru að koma erlendis frá og eru ekki kannski skráð með góðum hætti inn í þetta samfélag, hvernig sem það en það mitt leiti ljós að leigumarkaðurinn hefur verið stórlega vantalinn og vanmetinn umfang hans og þessi markaður hefur þá vaxið eiginlega tvöfaldast á 2 áratugum úr því að vera svona rúmlega 15% fullorðin á leigumarkaði yfir í tæplega 30%. Við munum halda áfram að reyna að meta umfang leigumarkaðarins og líka mikilvægi þess fyrir húsnæðisöryggi í landinu. Þannig að okkar eina markmið að reyna að tryggja húsnæðisöryggi og að það sé stöðuleiki á þessum húsnæðismarkaði. Það eru aðgerðir í bakkanum sem að líta Airbnb og ég sá því að nú eitthvað staðar svona í gagnrýni á þær aðgerðir að það er svona stönguð svo litið á við svona stjórnarskrárvarin rétt á eignarrétt. Þú getur ekkert sagt fólki hvað á að gera við heimili sitt eða eignina sína og þar fram eftir götunum. Þó það sé, í sjálfu sér alveg hægt að takmarka atvinnustarfsemi í tilteknum húsum. En ertu sammála þessu eða er þetta bara eitthvað fyrirsláttur? Nei, það hafa komið upp margvíslega álitamál og kannski gott að nefna það að ég er hagfræðingur og ekki lögfræðingur. Ég er ekki lögfræðingur heldur. Við lifum í heimi líkana við hagfræðinördarnir og ég veit nákvæmlega allavega ég tel mig vita nokkurn veginn hvaða áhrif þetta hefur á markaðinn. Hvort það stangist við stjórnarskrá, það þarf einhver annar sem er fróður en ég að spyrja. En þetta er ekki fyrst skipti sem að svona hefur komið fram. Ég veit að í síðustu ríkisstjórn þá líka rætt stjórnarskrár réttindi, það er að segja að
þau rekstrarleyfi sem að fólk hafi fengið. Þau voru í raun ótímabundin og fyrir ríkisstjórn taldi það að vera brot á stjórnarskrá að gera þau tímabundin en það stendur til með þessu frumvarpi, Airbnb frumvarpi að gera þau tímabundin að þessu endurmetin eftir 5 ár og síðan þannig er hægt að einhvern veginn stjórna þessa atvinnustarfsemi og atvinnustarfsemi þarf bara að fylgja lögum eins og hvað annað þetta er fólki frjálst að gera það sem það vill en ef það hefur að því tekjur þá ætti það að borga allavega sanngjarnan skatt af því eins og aðrar atvinnugreinar gera Akkurat, kannski áfram með Airbnb. Sérðu fyrir þér að þetta gangi eftir og verði þá færri Airbnb væntanlega. Mun það að einhverju leyti skila sér þá aftur til þeirra sem vilja langtíma leigusamninga og eða bara íslenskara leigjenda hreinlega? Já, ég held með ef við færum fókusin á Airbnb þá er það mjög staðbundið vandamál eiginlega bara við miðbæ Reykjavíkur. Það er náttúrulega verið að leigja út Airbnb-eignir alls staðar á landinu en það er ekki verið að þrýsta jafn mikið á húsnæðismarkaðinn þegar það er einhverjar eignir út í sveit sem að eru á fallegum stað og ferðamenn vilja gjarnan vera á en eru kannski ekki hentugar sem langtíma húsnæði en það liggur alveg ljóst fyrir að margar litlar eignir í miðbæ Reykjavíkur eru notaðir í skammtímalegu og gætu nýst sem langtíma heimili fyrir fólk sem er annað hvort á leigumarkaði eða eignamarkaði. Þannig ég til að geti alveg haft áhrif á markaðin í Reykjavík þrátt fyrir að kannski heilt yfir séu ekki risastór þessi áhrif. En heldur þið ekki eftir að breyta, ég meina ef þú þannig að breytir ónýtilega forsendunum að vera með svona marga skammtíma leigjendur og borga ákveðin skatt eftir því og vera í svona þeirri búblu og vera svo orðin leigusali með heimilishald einhverja fjölskyldna til langstíma? Jú, og þetta eru kannski ekki endilega sama fólki sem vill standa í því. Og heldur þið þá að það verði bara frambúð af litlum íbúðum á höfuðborgarsvæðinu? Mér finnst svona fljótt á litið þessar aðgerðir sem eru kynntar í húsnæðispakkanum bæði það að það sé skattur á söluhagnað, það eru minni skattaafsláttur af útleigu íbúðarhúsnæðis og svo þrengingar af skammtímaleigu. Það er svona miða allar að því að það er ófísilegra að vera í einhverju braski með auka íbúðir. Þannig að ég tel að með þessu og ég held að það séu markmið stjórnvalda að með þessu þá séu að reyna að breyta samsetningu leigusala á markaði. Þannig að hvort sem þessar Airbnb íbúðir kannski verða bara seldar og keyptar af einhverjum fyrstu kaupendum eða þá af einhverjum stærri leigufélögum sem að sérhæfi sig í þannig starfsemi og ætla að vera þarna til lengri tíma. Og hvoru tveggja held ég að sé gott fyrir húsnæðisöryggi. Þar að segja að þá getur fólk búið þarna lengur í þessari eign. Og er annað sem að mér var svo áhugavert og það er þetta með byggingaeftirliti. Ég veit ekki hvort að þegar byggingareftirlit því er þannig háttað að það er bara einhver byggingareftirlitsfulltrúi sem sinnir þessu. Þá útvista þessu í einhverja aðra aðila sem eru þá væntanlega ekki ríkið. En mun þetta ekki koma til með að hafa bara einhverjar afleiðingar á bara svona, standard eða þú veist, verður einhverjar að fylgjast með sér raun og veru? Fyrst vil ég nefna það er fólk sem er betra aðeins en ég í HMS og fólk sem er unnið góða vinnu í að leggja fram þessar tillögur og það eru vel útlistaðar á heimasíðu HMS. Skýrslan heitir Vegvísir að breyttu byggingareftirliti og þar er nákvæmlega farið yfir það af hverju við erum að leggja til þessar tillögur. Það virðist vera þannig að eftirliti núna er bara frekar lélegt. Við höfum ekki góða yfirsýn yfir galla sem eru í byggingum og það er greinilegt að þetta er ekki að virka sem skyldi og því komum við með þessa tillögu að þetta séu óháða skoðunarstofur og mjög mikilvægt að þetta séu óháðar líka. Þetta er ekki sami maður sem getur byggt eigin íbúð og haft sinnt eftirliti með henni. En við teljum þetta munu auka
byggingar eftirlit og munu sko hækka standardin í byggingum og draga þannig úr göllum. Þannig að sko hvaða skoðanir fólk hefur á einmitt þessum tillögum, þá held ég allavega að ef að eftirlitið batnar og byggingin göllum fækkar, þá munum við allavega koma í veg fyrir mjög mikinn kostnað sem að fólk verður fyrir á lífsleiðinni vegna þess að það er einhverjir gallar eða faldir gallar í íbúðum sem að kaupir eða býr í. En mér finnst svo mörg í þessu samtali, að því að við erum að tala híbýli fólks, við erum að tala mannréttindi og að eiga þak yfir höfuðið og þar fram undir götunum og mér finnst persónulega finnst mér það oft gleymast í þessu samtali og þú ert líklega sammála því og vinnur í þessum geira og í kringum fólk sem er ýmist í vanda eða greina þann vanda. Já. Ertu sammála þessu að við séum svona þetta erum við í einhverjum svona áhættu aðgerðum í þessum pakka? Fullt af þessum aðgerðum eru mjög nýjar og jú, að vissu leyti þá er það einhver áhætta fólkin í því, við vitum ekki alveg hvaða áhrif það hefur og það maður kannski getur skynjað það í umræðunni að fólk svona að reyna að átta sig á því hvaða áhrif þetta hefur allt saman, en þær eru pólitískt litaðar, það er einhver stefna í þeim og það er ekki hægt að segja að þetta sé lítill pakki, það er stór og hefur miklar örugglega einhverjar afleiðingar allavega, en jú, ég held að þetta sé, jú, það má alveg segja, það er einhver áhætta fólkin í þessu og maður veit ekki hvernig það eins og þú segir réttilega, þá er fólk margir í vandræði með húsnæði og húsnæðiskostnaði sinn og það er staðreynd að húsnæði er mjög dýrt á Íslandi og það eru margar ástæði fyrir því en ef að og nú held ég áfram að segja en þessar og það er hægt að bregðast við stjórnvöld geta brugðist við með tvennskonar hætti til þess að lækka verð. Það er annarkvort með minni eftirspurn eða meira framboði og meira framboð, það er meiri uppbygging og þau kynntu þetta verkefni í Úlfarsárdal og ætla að leggja kraft í hlutdeildarlán og stofnframlögum, þetta er allt svona framboðsaðgerðir og svo er það þessi minni eftirspurn og það er farið eftir fjárfestunum, það er að segja reynt að gera þeim erfiðara fyrir að kaupa íbúðir þannig að þetta hefur mikinn potential í að lækka húsnæðisverð á Íslandi, bæði með framboðs- og eftirspurnar aðgerðum. Ég held að ég ansi margir allavega svona í mínu nánasta umhverfi, svona fólk á mínum aldri og yngra, fólk sem hefur með lítið börn og annað, það lítur til þess að sem að kannski, það treystir þess ekki beint, ég getum bara sagt það sem svo og ég held að einmitt þær áhyggjur séu að það eru svo mörg þarna og það eru engar aðgerðir sem að snúa að heimilunum akkurat núna. Fólkinu sem á leigumarkaði eða fólki sem að ströggla með erfið lán, fólki sem að bara hreinlega í einhverju lánafrystingamálum og þar fram til götunum. Hvernig ætlið þið, eða þú veist, ætlar HMS til dæmis að bara beita sér svona aðhaldi hvað þetta fólk varður og bara nútímann? Sko, að því að vandamálin eru mjög mörg á húsnæðismarkaði akkurat núna. Mjög mörg og það er líka einn svona einn vandinn við það að ræða húsnæðismál, þetta er svo margþættur vandi að maður veit ekki hvar maður á að byrja, en ef við tölum vandan akkurat núna þá höfum við mjög miklar áhyggjur af lánamarkaðinum og fyrstu kaupendur og tekjulágir sem eru að reyna að taka húsnæðislán, staða þeirra hefur versnað töluvert og það er margt sem að hefur gerst núna á síðustu vikum sem að hefur leitt til þessa eða síðustu misserum. Fyrst og fremst er náttúrulega bara það að vextir eru rosalega háir og hafa verið lengi og það er mjög sárt og sérstaklega fyrir það tekjulág. Þessi greiðslubyrðarhlutföll eru líka, þeim bitna langmest á tekjulág og svo er það Evrópureglugerð sem heitir því skemmtilega nafni CRR3 en það sem hún gerir er að hún segir bönkunum að stærri lán, það er að segja lán með meiri veðsetningu eru dýrari, þau eru áhættu meiri og þess vegna ættu að vera með hærri vöxtum og það eru náttúrulega fyrstu kaupendur sem að taka helst þessi lán og svo að lokum er það vaxtamálið stóra
Það er að segja margumtalað. Já, margumtalað vaxtamálið, það sem að núna eru skilyrði lánveitingu, sérstaklega verðtryggðra lána í einhvers konar óvissu. Við þurfum bara að bíða og sjá þessa vikuna hvernig því vindur fram, vegna þess að ef að Seðlabankinn getur komið með einhver viðmið sem að bankarnir taka vel í, þá vonandi getum við bara séð ný verðtryggð lán koma fram á næstu dögum eða vikum. En ef það gerist ekki, þá eru fyrstu kaupendur og tekjulágur í mjög slæmum málum. Þannig að það sem ég finnst brýnast að gera akkurat núna, það er að taka á þessum vanda, losna við upplýsingaóreiðuna á vaxtamarkaði, og svo veit ég að Seðlabankinn, hann er líka að fylgjast með þessu og hann þarf að gera það og mun taka sínar ákvarðanir vexti og rýmkaði eitthvað fyrir helgi sem ég kann ekki nefna. Já, skilyrði sem að Seðlabankinn setur það að hámarksveðsetning fyrstu kaupenda má núna vera fyrstu kaupendum með núna taka 90% lán. En það er ekki það sem að stoppa fólki að koma á marka, en það er þetta greiðslubera hlutfall að láni mig ekki vera nema 40% af greiðslu getu fyrstu kaupenda. Það sem Seðlabankinn gerði líka er það að hann gaf bönkunum undan þá. Þannig að 10% allra lána mega þurfa ekki að fylgja þessari reglu og er svolítið að senda skilaboð til bankana að segir, þið vitið best hvernig lántakendurnir eru og hverjum þið getið gefið auka séns. Við heldum að þetta sé samt, þetta er ekki stórar aðgerðir, það hafa ekki mikil áhrif, en þá er þetta þessi þröngu skilyrði. Jú, ok, það voru 5% sem fengu undan þá og nú er það 10%, þetta er eitthvað smá, en þetta breytir ekki stöðunni, en þetta er kannski líka sendið við skilaboð að Seðlabankinn er að fylgjast með og hefur áhyggjur af þessu. Þannig að það eru margir í starthólunum, en akkurat núna þá er mjög erfitt fyrir fyrstu kaupendur að kaupa sér sína fyrstu íbúð á góðum kjörum. Og þeir eru festar á leigumarkaði? Margir þeirra, já. Og þar er bara svo við förum aftur í leigjendurnar aðeins og aðgerðir svona í þágu þeirra. Bara þú persónulega bara svona sem hagfræðingur og fagaðili, hvaða aðgerðir sér þú fyrir þér sem bara gætu bara laga þennan vanda leigjenda strax? Það væri, við erum að tala að leigjendur eru að borga 30-35% of háa leigu með séð þeir með við hinn Norðurlöndin og hvernig getum við bara tekist á við þetta? Því að fólk á leigumarkaði talar það og leigjendasamtökin tala mikið það að það er hreinlega að slegast. Þetta er nefnilega stóri vandinn. Fljótvirkasta aðgerðin er bara hækka húsnæðisbætur. En við vitum það til lengri tíma. En einhver segir það einmitt akkurat að húsnæðisbæturnar fari, þær séu rauninni ekki, þær hendi leigjendum ekki vegna þess að það er rauninni hækki bara leigjum. Á endanum lenda þær í vasa leigusala. Akkurat. Og þetta hefur verið freistni vandi hjá stjórnmálalega fólki að bara hækka húsnæðisbætur. Það hefur fljótvirk áhrif, en þetta er eins og þetta er bara mjög skammgóður vermir og mun ekki, við höfum greint þetta hjá HMS og áhrifin af hækkun húsnæðisbóta eru yfirleitt farin eftir svona 1 ár. Þannig að þá er maður aftur komin á stað númer 1 og ef þú heldur bara áfram að hækka hverju ári þá hækka bara leigun endalaust. Þannig að þú spyrir bráðaaðgerðir. Það er nefnilega stóri vandinn að bráðaaðgerðirnar á leigumarkaði eru flestar í þessa áttina. Leiguþak, það er mjög auðvelt að bara setja leiguþak núna, tæknilega séð. Stóri vandinn er sá að eftir 1 ár gætu kannski færri íbúðir verið á leigumarkaði og fólk sem er komið á leigumarkað með leiguþak og verndaða leigu og þannig bara borgar svona eðlilegan eða með lægri húsnæðiskostnað vill ekki flytja, þrátt fyrir að kannski hefði tök á því að kaupa íbúð en það er að greiða svo lága leigu og kemur þannig í veg fyrir að aðrir komist inn á leigumarkaðin.
það svona hindrar þessa en þá ætti nú, þú veist, þá ætti ríkið, sveitafélögin og óhagnaðardrifnu leigufélögin að geta komið svolítið og stutt við. Jú, og þetta eru allt saman langtíma aðgerðir, óhagnaðardrifnu leigufélögin og félagslega leiguíbúðir. Ég tel að við þurfum að fjölga þeim. Það eru 7.000 fjölskyldur á biðlistum eftir slíkum íbúðum sem eru utan hins hagnaðardrifna leigumarkaðar og ég tel að það svona að þurfa að byggja í samræmi við það. Það tekur tíma að byggja en það langtíma aðgerð sem skilar árangri. Á meðan skulum við vona að þessi leigubremsa sem að ríkisstjórnin vill setja á, það er að segja að banna leiguhækkun til fyrstu 12 mánaðana hafi svona tilætluð áhrif og hún veitir náttúrulega leigjendum allavega einhvern fyrirsjáanleika. Man veit hvað að borga fyrst næstu 12 mánuðina. En 12 mánuðir samt svo lítill tími. Eitt ár, maður veit það bara sjálfur hvað, maður skrifur undir leigusamning og áður maður veit af þá maður aftur komin í annarkvort eitthvað svona óvissu ástandi eða þá maður skrifar aftur undir til 12 mánaða og það er líka annað sem að mætti líta til í þessu samhengi og það er sko að skamtíma leigusamningar versus langtíma leigusamningar. Skamtíma leigusamningar eru náttúrulega 12 mánuðir. Þeir ættu bara að heita það. Ég held að stofnframlagakerfi sé besta leiðin til þess að búa til öruggan leigumarkað. Við vitum að það mun alltaf fólk vera á leigumarkað á Íslandi og það mun vera tiltölulega stór allavega ef að við verðum svona mikið. Það er svo gott að hafa valið sko. Já, það er mjög gott að hafa valið og líka gott að hafa það öryggi að vera ekki hent út af þessari leiguíbúð eftir nokkra mánuði vegna þess að leigusamar ætlar að selja hana og þetta getum við gert með því að auka stofnframlög og hafa mjög svona fyrirsjáanlega svona fjárveitinga þar og að þessi óhagnaðardrifnu leiguíbúð geti byggt meira. Já, þá þakka ég bara kærlega fyrir Jónas Atli Davíðsson Gunnarsson, ég stendur Davís hérna hjá mér, ég hef gert villu hagfræðingur hjá HMS, þakka kærlega fyrir að koma hérna og svona stikla á stóru varðandi leigumál og þennan húsnæðispakka sem að hefur nú svolítið litað helgina allavega og síðustu daga. Ég þakka fyrir og ég bið ykkur að bíða augnablik, það er meira hér handa við auglýsingar. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.